Súlur, björgunarsveitin á Akureyri, var til árið 1999 þegar hjálparsveit skáta á Akureyri, flugbjörgunarsveitin, SVFFI og Súlur sameinuðust undir einn hatt. Við hittum Kjartan Ólafsson svæðisstjóra í dag og fengum hann til að gefa okkur innsýn inn í starf björgunarsveitarinnar. Og eins og sér þá hérna svona tæki af ýmsum gerðum og það eitt af því sem skiptir máli. Það að eiga mismunandi tæki, þannig að fyrir mismunandi verkefni og síðan eiga sveitirnar hérna á svæðinu, eiga líka ennþá saman, ennþá fjölbreytilegri tæki. Eru þá margar aðra sveitir á svæðinu? Já, það eru öflugar sveitir hér í öllum stöðum. Það eru út á Dalvík sveit og það í Ólafsfirði. Það sveit inn í Eyjafirði, á Svalbarðsströnd, út á Grenivík, í Hrísey og Grímsey. Og það nauðsynlegt og gott að vera með sveitir á öllum þessum stöðum því að til dæmis ef við hugsum aðstæður eins og óveður þá ekki endilega hægt að komast á milli staða. Hver staður þarf að vera sjálfum sér nægur enda ekki alltaf mögulegt fyrir stærri björgunarsveitir að hjálpa til. Oft getur verið erfiðara fyrir sveitir í minni bæjarfélögum að fjármagna starfsemina svo að starfið getur oft verið erfitt. Þetta getur verið þannig líka mjög gefandi. Ég held að allir sem taka þátt í svona björgunarsveitastarfi hljóta að vera sammála um það. Það er rosalega gaman að geta hjálpað öðrum. Hvað þarf maður að gera til að komast í björgunarsveit? Mikið æfingar og hvar skráum maður sig og svo framvegis? Maður þarf að ganga í gegnum ákveðna þjálfun. Það er Slysvarnarfélagið Landsbjörg heldur úti skóla sem það ákveðin grunnþjálfun sem allir þurfa að fara í gegnum og sem tekur svona 1 til 2 ár. Eru það þá einhvers konar æfingar sem mætt á? Já, þá þurfa þeir sem vilja ganga til liðs við sveitina þurfa að mæta á námskeið og taka þátt í æfingum. Og svo sérhæfir fólk sig, sumir taka sér að keyra þessi tæki og svo önnur tæki, vélsleðar og framvegis. Svo eru aðrir sem kannski hafa mikinn áhuga á skyndihjálp og sérhæfa sig þá í því. Þannig að það eru svona mörg lítil tannhjól sem snúast allir í takt. Alveg rétt og það kannski með fólkið eins og tækina. Það gott að vera með fjölbreytt lið. Kjartan segir að með fjölgun ferðamanna hafi verkefnum fjölgað í samræmi við það. Þeim hefur fjölgað mjög mikið og líka náttúrulega bara umferð ferðamanna landið og það bæði svona bara ferðamannastraumur sem bara á þessum venjulegu veðum og við náttúrulega heyrt fólk sem ætlar að keyra einhverja leiðir og svo bara ófært og það horfir bara á GPS-tækið og leiðsögutækið og segir þetta stysta leið norður í land Já. Fer það jafnvel yfir bara hálendið eða eitthvað slíkt? Já, og kannski reynir það. En svo eru líka ferðamenn þá sem eru komnir til landsins gagngert til þess að lenda í ævintýrum. Ekki endilega til að lenda í vandræðum, en svona vilja takast á við íslenska veturinn og veðrið og það líka hópur sem getur lent í vanda. Björgunarsveitirnar bregðast alltaf við ef beðið hins vegar það getur orðið dálítið erfitt fyrir litla sveit með fáum einstaklingum ef svona verkefni eru komin kannski vikulegur eða daglegur viðburður. Snjóbíllinn af þessum tækjum sem eru í þessum sal, elsta tækið og það koma reglulega upp verkefni þar sem þetta eina tæki sem dugar. Hvers konar verkefni eru það þá? Það til dæmis verkefni þar sem það að sækja fólk á hálendið. Þá stundum bara færðin þannig að þú kemst í raun og veru ekkert almennilega áfram jafnvel á svona breyttum jeppum. Þannig að ef fólk hefur til dæmis farið í ferðin á hálendi og fest sig á svona breyttum jeppa þá þarf eitthvað annað tæki til þess að komast á staðinn og þá þetta oft það sem virkar. Og svo til viðbótar við tækin sem eru hér þá náttúrulega við líka svona nokkra snjósleða. Svo það stundum líka bara ganga, það getur stundum verið þrautalendingin, bara að labba á staðinn. Við færðum okkur upp í aðgerðarherbergið þar sem Kjartan útskýrði nánar hvað fer þar fram. Það fólk í björgunarsveitunum sem sérhæfir sig í að keyra bíla eða bjarga fólki úr klettum eða sigla bátum og keyra vélsleða. Þá líka fólk sem sérhæfir sig í að stjórna aðgerðum eða skipuleggja þær. Það sem sagt þitt hlutverk? Já, ég hef lent í því svona í seinni tíð. Mér ekki treyst fyrir því að fara út í óveðrið
Og það björgunarsveitirnar í landinu, þær hafa með sér ákveðið svona kerfi þar sem að björgunarsveitir sem eru svona saman á svæði eru með sjá að skaffa fólk í að skipuleggja aðgerðir og það getur verið talsvert mikil vinna ef til dæmis þarf að skipuleggja leitaraðgerðir eða björgunaraðgerðir sem taka einhvern tíma þá þetta heilmikil skipulagsvinna og utanumhald. Eru þá margir sem að safna saman hérna og hjálpast við erum með á okkar svæði þar að segja í Eyjafirði. Þá erum við með svona 12 manns jafnaði í svona þessari aðgerðastjórnunargrúppu og það fólk sem kemur frá öllum sveitunum og þetta að því leyti öðruvísi grúppa heldur en svona venjulegir hópar í björgunarsveitunum að í þessari grúppu fólk úr öllum sveitum á svæðinu og það gert annars vegar bara til þess að hafa svona dreifða staðþekkingu. Það er náttúrulega æskilegt ef það skipuleggja aðgerðir og vitir eitthvað svæðið þar sem verður að vinna á. Já. Og svo líka gott að vita eitthvað björgunarsveitirnar sjálfar. Það er að segja þekkja tækin sem eru til og fólkið sem þar því að það náttúrulega oft einhverjir einstaklingar sem eru mjög góðir í tilteknum hlutum og það er gott að vera með svona í skipulagsvinnunni fólk sem þekkir til í sveitunum og veit þekkir styrkleikana í hverri sveit. Kjartani margt til lista lagt, en þegar hann ekki að bjarga mannslífum spilar hann á náttúruhorn. Hann hvatti okkur með ljúfum tónum.